Ég greinist árið 2013 með Hodgkins lymphoma sem krabbamein í eitlunum og í kjölfarið fer í 9 mánaða meðferð, bæði lyf og geisla. Það gekk bara ágætlega. Ég hafði gott bakland, alveg fjölskyldan mín var rosa flott og góður stuðningur. Það var alveg sjokk að greinast með krabbamein 20 ára og lífið breyttist náttúrulega í rauninni frekar mikið. Ég var í háskólanum og það var líka mjög mikið áfall fyrir þau að ég greinist með krabbamein. Það var enginn að búast við því að vera 20 ára og heyra á sér með krabbamein. Ég held að þau hefðu haft mjög gott að því að tala við einhvern og fá stuðning líka. Ég var stuðningsfulltrúi af því að mér fannst rosalega gott að fá þennan stuðning þegar ég þurfti á honum að halda og ég vildi líka geta að gefa tilbaka. Ég hafði eiginlega ekki hitt neitt sem hefði fengið krabbamein áður. Það var mjög gott að spjalla hlutina og fá að heyra reynsluna frá stuðningsfulltrúanum og við gátum borið saman bækur okkar og talaði ýmislegt sem ég gat ekki að tala við neinn annan, þannig séð. Og svo gott að tala við einhvern sem skildi nákvæmlega hvað maður var að ganga í gegnum. Þetta var mikil lífsreynsla. Ég sá hvað ég hef góða að og hvað maður heppinn að vera bara á lífi og heilbrigður og ég allavega tek lífinu ekki sem sjálfsögðum hlut og ég mjög þakklát fyrir allt sem ég hef. Litlu hlutirnir skipta miklu minna máli. Mér finnst æðislegt að vera stuðningsfulltrúi. Svo gott að geta hjálpað öðrum og deilt minni reynslu. Já, það finnst svo gott að fá svör við bara spurningum sem þau fá ekki beint, kannski hjá læknum eða þora ekki að spyrja eða þora ekki að tala það við kannski foreldra sína eða eitthvað svona. Þá finnst þeim gott að geta tala við mig þá ýmislegt sem að ég skil frekar en kannski foreldrar eða einhverjir sem hafa ekki greinst. Svo finnst mér líka bara mjög gaman að kynnast nýju fólki.